Komið sæl aftur. Nú ætlum við að snúa okkur að íþróttunum og við ætlum að byrja á hestamennskunni. En á morgun þá hefst áhugamannadeild G. Hjálmarssonar sem svona ný mótaröð í hestaíþróttum hérna á Akureyri og hann komið til mín Andrea Margrét, formaður hestamannafélagsins Léttis hérna á Akureyri. Andrea, þessi áhugamannadeild, hvað getur þú sagt mér frá henni? Hver er kveikjan að því? Herðu, kveikjan að því að þetta hefur verið gert í Reykjavík að vera með svona áhugamannadeild og kannski eitthvað meira á Suðurlandinu. Guðmundur Hjálmarsson kom til okkar í Létti og vildi setja á fót svona áhugamannadeild því hann sjálfur er áhugamaður og hann bara er að leggja pening í þetta og mikinn metnað og hann vil gera þetta skemmtilegt og áhorfendavænt og bjóða áhugamönnum að keppa við aðra áhugamenn, ekki vera að keppa við atvinnumenn eins og maður er oft að gera. Og þetta að vera atvinnumaður í hestaíþróttum, þetta eru sumir sem eru með stór ræktunarbú og tamningamenn og þetta er orðið rosalega stórt víða, en það er ekkert allir þar. Er einhver hrein skil þarna á milli áhugamanna og atvinnumanna? Alls ekki, þetta eru mjög óljós skil og er svolítið til vandræða að ákveða hver er atvinnumaður og hver er áhugamaður. Það eru margir áhugamenn sem eru samt að keppa í atvinnumannadeildum, eins og í KS-deildinu og annað. Það er til mjög færir hestamenn sem eru áhugamenn en vilja keppa bara á hærra leveli heldur en við áhugamenn. Svo er spurning með hrossin sjálf, getum við ekki haft knapa sem er kannski áhugamaður, en er hrossið einhvern tímann áhugamaður, er það ekki atvinnumaður það? Hrossið er ekki alltaf atvinnumaður, við eigum alveg fullt af hestum, svona einn hefðbundinn hestamaður sem ég á kannski bara hest sem er ágætur í einhverjum greinum og hann flokkast þá kannski sem áhugamaður líka, en vissulega eru áhugamenn sem eiga frábær hross eða hafa aðgang að frábærum hestum sem eru þá kannski að keppa í öðrum sterkari deildum. Og er það alveg sanngjarnt? Já, það er nú misjafnt hvað fólki finnst, en hesturinn gerir aldrei neitt sem knapinn biður hann ekki um. Þannig er þetta alltaf samspil og þú getur verið með frábæran hest og klúðra öllu og svo getur þú verið með slæman hest og gert bara góða hluti. Já, það er svoleiðis. Hvernig er með þetta, deildin hún hefst á morgun, getur aðeins svona sagt mér frá þessu, hvernig er fyrirkomulagið, hvað er þetta margar keppnir og slíkt? Já, þetta eru 4 dagar sem við ætlum að keppa á í 5 greinum. Morgun ætlum við að keppa í 4 gangi og það voru tæplega 40 skráningar sem telst bara frábært með að þetta er áhugamannadeild og það er að koma fólk austan að Neskaupstað og Húnavatnssýslu og fleira, þannig að það er áhugi fyrir þessu. Og þá sýnum við 4 gangtegundir, það er tölt, brokk, fet og stökk. Og það eru 2 inn á vellinum, mótið hefst klukkan 6 og það er opið fyrir alla að koma að horfa á og bara endilega skella sér í höllina. Svo munum við keppa næst í 5 gangi, þá sýnum við skeið líka. Svo er tölt, bara hefðbundið tölt. Og svo á lokadeginum er slagtaumatölt og skeið. En þetta er ekki það eina sem er í gangi hjá Létti, það er ekki margt að gerast hjá okkur, það er eitthvað að gerast á morgun líka annað en þetta? Já, það er brjálað að gera hjá okkur eins og maður segir. Við settum á fót samhliða þessari deild æskulýðsmótaröð, þannig að það eru krakkar að fara að koma að keppa á morgun, börn, unglingar og ungmenni, þau eru 23 eða 4, svo keppni hefst klukkan 1 og það hefur verið keppt í sömu greinum sömu daga. Og það var hugsað til þess að þeir sem eru að koma lengra frá geti nota ferðina að bæði mamma og pappi keppa og krakkarnir. Þannig að þetta var svona í samvinnu við Guðmund bara gengið frá þessu svona. Hvernig er svona hestamennska, kannski ég sé náttúrulega fyrir mér sem svona fjölskyldu íþrótt, en örugglega áður fyrir voru kannski meira kallar í þessu. Hvernig er svona hlutur eins og kvenna og barna, er hann alltaf að aukast? Já, hann er að aukast. Þetta er svolítið skrítið. Við byrjum yfirleitt jafnt. Börn og unglingar stelpur og strákar byrja í barnaflokki bara svona nokkuð jafnt. Og svo þegar líður á þá svona detta strákarnir orðið svolítið út. Þannig að kannski í ungmennaflokki er þetta orðið svolítið stelpusport. Og svo svona kannski ungmennaflokkun er upp í 21 árs og þá fara stelpurnar að detta út og strákarnir fara að koma inn aftur. En ég held að konur eru samt, þetta er að aukast að konur eru að keppa í þessum eins og í meistaradeildunum, þá eru konur að verða ráðandi þar. Ég held að þetta sé bara að við erum ekki með nógu mikið að skemmtilegum greinum fyrir strákana. Ég held að vanti pínu villimennsku í hestamennskunni á Íslandi. Já. Og þá meina ég það vel, Það vantar kappriðar, við erum alveg hægt að keppa í stökki og brokki. Þetta er allt orðið svona settlegar, fallegar sýningar á hringvelli. Það vantar svona pínu
pínu aksjón held ég fyrir strákana. Já. Hvers vegna ekki keppt eins og í kappræðum? Nú þetta vinsæl íþróttakarl eins og úti. Ég bara veit það ekki. Ég keppti alltaf í stökki hérna í gamla daga, var ósigruð í mörg ár. Það vissi ég ekki hvað tölt var fyrir ég var 35 ára held ég sko. Ég vil bara ríða hratt og hafa svona villimennsku í þessu og ég vil ferðast á hestum og það er það sem við gerum á sumrin mikið, allir hestamenn að ferðast á sumrin. En maður ímyndar sér sko líka að eins og í kappræðum og það sem er svona meira að gerast, meiri hraði, að það sé svona kannski áhorfenda vænna fyrir þann sem hefur kannski ekki mikið vit eða áhuga kannski á hefðbundum, hestaíþróttum. Það er alveg rétt hjá þér, þá líka er bara einhver eitt sem vinnur. Já. Það er bara sá sem er fljótastu vinnur. En við hérna í Létti erum núna undirbúa að smíða okkur startbása, sem eru svona játbásar sem að hestarnir fara inn í og er hleypt út úr og eru gerðir fyrir kappræðar. Þannig að vonandi bara á komandi sumri getum við farið að keppa aftur í stökki og brokki og þegar ég var unglingur kepptum við í víðvangslaupi, þá ríðum við svona yfir fjöll á Fyrnindi og þurftum að vinna þrautir á leiðinni. Og það er svona meira fyrir alla. Æskulýðsnefndin er núna að vinna móti þar sem verður til dæmis fánakappræðar. Þá sem sagt ferðu eins hratt og getur og átt að taka fána og bera hann á milli tveggja staða. Þá átt að grípa hann og setja hann í tunnu, taka svo annan og setja. Og þá er eins með það er bara sá sem er fljótastur og gerir minnstu mistökin sem vinnur. Og það er ekkert mál að horfa á það. Heyrðu, aðstæðan hérna á Akureyri til hestaiðkunar, hún er nokkuð góð ekki, við erum með hérna þessa höll og svo erum við með stíga og svona og ekki við skemmt fyrir í vetur náttúrulega veðri sem hefur verið alveg magnað. Já, veðrið er búið að vera frábært. Jú, við erum með frábæra reiðhöll, alveg frábæra reiðhöll og við búum vel að eiga mikið af góðum reiðvegum, ekki nóg en við eigum góða reiðstíga. En núna erum við svolítið að lendi út af veðurfarinu væntanlega, framkvæmdum sem að bæði hérna við Glerárvirkjun og svo eru framkvæmdir við golfvöllinn, þannig að það er svolítið verið að loka á reiðleiðum sem að er ekki alveg nóg gott en bærinn allur að vilja gerður að laga það. Þannig að, og við erum svolítið öfundi hér á Akureyri einmitt að hvað sem er, nærverinu við náttúruna, það er stutt upp í Naustaborgir og draumur minn er að einn daginn fá að ríða út í Kjarnaskógi en það er lokað okkur eins og er. En hérna, það er svolítið eins og Reykvíkingar horfa mikið til okkar að það er svo stutt fyrir okkur að fara út í náttúruna. Við erum ekki bara þó við séum inn í bænum, þá erum við samt svolítið út úr. Og með auknum reiðstígum og fleira þá á hestamennskan bara geta blómstra hér eins og annars staðar og það er mikill business í hestamennsku. Útlendingar vilja mikið fá að koma hestbak og hestaiðnaðurinn er að skila okkur einhverjum 18 milljörðum á ári hestatengt ferðaþjónusta, þannig að það er bara eftir að vaxa. Já, það á bara eftir að vaxa. En Akureyri er að fá engan pening af þessum 18 milljörðum því að við erum ekki að bjóða upp á hestarlegu hér á Akureyri. Tækifæri í því. Það er mikið tækifæri í því. En við minnum bara á áhugamannadeildina annað kvöld klukkan 6 eða ekki? Klukkan 6 á morgun. Í Léttishöllinni? Léttishöllinni, hérna á leiðinni upp í Hlíðarfjall. Hvetjum allir til að koma þangað. Já, endilega. Andrea, takk fyrir spjallið. Takk sömuleiðis. Við komum hérna eftir þetta skamma stund, þá ætlum við að tala um handbolta.